Red was a preacher's son when daddy wished that he'd come along. Það verður ekki að hita upp röddina hérna. Við erum að koma báðir kaldir inn í þetta. Það mér hefur einu sem verið hent út af karaoke-stað, manstu þetta því? Já, þá söngstu Always. Nei, þá söng ég... Eitthvað Bon Jovi drasl. Nei, var það ekki, Creed with Arms Wide Open. Jú. Það var inn á Sams í Kaupmannahöfn. Já, ég held að séu hættir með þessu. Kunni ekki gott að mynda þar. Nei. Sveppa í gýrin, allar helgar, This is Love hér með Will.i.am. Þið áttu að sjá strákinn, hann var byrjar að dansa og dilla sér hér í stúdíónu. Enda miðvikudagur. Allt sem kemur frá þessum Will er snilt. Já, enda Will.i.am, þetta er rándýrs nafn. Will.i.am. Will.i.am, bara sem ég myndi kalla Öddi ég er. Já. Ég ætla bara að byrja að vinna með það. Nei, það er sant, út í hött, sko. Já, og það er komið að Öddi ég er. Já, það er eitthvað steikt við þetta. En Sverrir, hvað er að fara að gerast hjá okkur núna? Já, kæru hlustendur, því sem sittið og eru að hlusta og eru að velta fyrir ykkur hvað er að fara að gerast. Það er komið að slúðra. Það er rétt hjá þér, Sveppi, og ég ætla að byrja slúðrið á Selena Gomez, en hún var að hætta. Mér finnst alltaf skemmtilega svipur hún þegar ég byrja að tala um Selena Gomez og Justin Bieber, en það er miklu uppáldi á þér. Selena Gomez, hún er hætt með Justin Bieber, eins og ég kom inn á hér í síðustu viku. Hvað kom fyrir? Hann bað hann um að gifta sér og hún vildi ekki og allt var rugl og eitthvað. Bað hann um það? Já, það er ekkert nóg að vera 18 ára myndalegur og moldríkur. Þú færði ekki allt sem þú vilt. Ég held að Justin Bieber, hann svona slær með sem svona krakki sem að fær allt upp í hendunar. Já. Hann er svona gaurinn sem að ef hann fekk ekki að vera með í fótboltanum og þá tók hann bara með sér boltan. Já, fór með hann heim. Já. Þetta er bolti minn. Það bara annarkvort þegar hann að spila eða engin. Já. Hann er svona nett, hann er frekjan. En ég meina, come on, ef þau eru hætt saman. Já. Er hann ekki bara, skilur, ef ég væri 18 ára. Já. Justin Bieber. Hann er 18 ára. Já. Já, og keyrir á Ferrari. Já, ég væri svo löngu búinn að dömpa kærlingunni maður. Nei, hvað er þetta? Já, ekki að þau eru hamingjusöm. Þú finnur hamingjuna allstaðar annarstaðar. Já, þú ert Justin Bieber kannski. Æ, shit, er ég á lausu. En já, þau eru hætt saman. Já, þau eru hætt saman, en slúðri fjallar ekki um það. Ég er búinn að fjalla um það alla vikuna. Já, ok. Heldur var Selena Gomez að skrifa núna undir risasamning við Adidas. Og það sem er áhugavert við það, að Justin Bieber er líka nýbúinn að skrifa undir risasamning við Adidas. Og ég spyr mig, hvað er Adidas, út í hvað eru þeir að fara? Að vera með Selena Gomez og Justin Bieber, er þetta ekki íþróttaverum ekki? Jú, ég held það. Þetta er líka hressandi að vera handrökkarinn á Íslandi. Já. Hey, shit, varst að fá nýja Selena Gomez jakk. Þetta er svona svo Jón Stóri væri á Adidas-samning. Já, það er Selena Gomez jakkinn og Jón Stóri. Herri, já, það skeytir ekki máli, ég ætla að halda áfram hér með slúðri. Þau eru komin að samningi á Adidas. Já, þau eru bæði á samningi á Adidas. Já, og skæðin til að hamingju með það ræði. Svo er það, Barbara Walters. Hún er alltaf með á hverju ári The Most Fascinating People of the Year. Sem er svona áhugaverðasta fólk ársins að hennar mati. Og í fyrra vakti það gríðarlega athygli þegar Kardashian fjölskyldan komst inn á þetta, að henni fannst þau eitthvað svona áhugaverð og það er verið að fara hérna yfir listan af fólki sem fólki sem kemst á listan hjá henni núna eru meðal annars Ben Affleck sem að ég nú sammála því, það er snillingur, Seth MacFarlane, Family Guy, snillingur. Þetta er sem sagt alltaf einhverja 10 manneskjur sem komast á listan. Hillary Clinton er þarna líka og höfundur á bókinni 50 Shades of Grey en hún segir aldrei öll nöfnin sko. Svo er einhver Olympic Gold Medal Gymnast, einhver í 5 leikum. 5 leika Olympíu hetja. Já, en og svo líka One Direction, hljómsveitin, breska. Það er nú meira drastlið maður. Ekki fyrir það, veist. Ég er ekki að reyna að vera töff, sko. Nei, en það gengur ágætlega, sko. Þeim? Já, þeir selja, sko, í bara bílförmum blöðunar. Og hvað, og ég þá að fara að downloada því og hlusta á það, því að þeir selja svo mikið? Nei, áttu ekki börn. Hvernig var að gefa þeim eitthvað í jólagjöf? Það er ekki glæta. Ok, en það sem ég fór að hugsa, hvað finnst þér svona á Íslandi Most Fascinating People? En hver kemist auðvitað á sveppalistan? Já, sko, hvað er Barbara Walters? Er hún bara, heyrðu, ég ætla að búti lista. Já, hún er með þetta hverja ári og þetta er einn stærsta sjónvarpsskólinn í Bandaríkjunum. Það er hún og Oprah Winfrey, sko. Já, svona svo Logi væri með lista. Já, ef Logi Bergmann væri með, svona... Lista yfir áhugavert fólk á Íslandi. Á Íslandi 2012, hverju myndi vera dett á listan? Ég veit ekki alltaf einhver svona sigur pappar. Ásgeir Trausti, væri hann ekki þar? Já, ofsalega áhugaverður. Já, búinn að brilla á árinu. Syngur lög til pappa sinn og... Já. Syngur í falsettu og er ykkur fleiri? Jú, Monsters og menn væri pottitt á listanum. Tong Monitor, hann væri hérna. Talendur Tong, þú ert að taka Tong á eftir. Tek Tong á eftir. Já. Það eru haugur, svona áhugaverðir Íslandingar. Já, það er ekkert haugur. Það er ekkert það margir að gera eitthvað nýtt og fest á hverju ári hér á Íslandi, sko. Það þurfti að vera með svona topp 5 lista bara.
Malagrand, einmitt. Herru, svo það loka slúðrið og það af honum Donald Trump, vinni mínum, en hann að búa til sinn eigin, kirkjugarð og ætlar að grafa alla fjölskyldunum sín á sama stað. Það ekki bara ágætt fyrir Bandaríkjamenn, hann sé einn einhvers þar. Hann ekki svo vinsælust í Bandaríkjunum núna. Akkur ekki? Hann var eitthvað að rakka niður Barack Obama í forsetakosningunum og var með eitthvað leiðindi. En þetta var slúðupakki dagsins, hvað gefur þessu? Þetta var fínt sko. Þetta var allt sem ég vissi ekki. Jákvæður og skemmtilegur. Þú ert á FM sko. Já, það var margt sem kom mér á óvart. Eins og til dæmis þetta með Donald Trump. Hversu mikill spaði þarf það að vera þegar þú getur bara látið búa til þinn eigin kirkjugarð? Já, ég veit það. Fyrir þína fjölskyldu. Skilu, jarðaður bara öll saman eitthvað staðar, bara einhverju hópgröf. Þú átt nóga pening þá. Já. En farðu undirbúið því ég að fara að ringja, ég ætla að finna einhvern góðan stað til að ringja og það miðvikudagur, þú varst að taka sem að Pétur gerir og við erum að fara í Tong hér rétt eftir auglýsingar. Já, ég fara að æfa hann. Það verður snilld. FM 957 kynnir bók vikunnar 50 dekkri skuggar. Eldheit ástarsaga Anastasíu Stíl og Kristjáns heldur áfram. Önnur bókin í flokknum komin á íslensku. Framhald 50 grárra skugga. Algjör unaðslestur. Fylgstu með á FM og þú getur náð í eintak. Risaslagur í meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Ensku meistararnir taka á móti spænsku meisturunum. Manchester City, Real Madrid í kvöld klukkan 19:30 og leikir Arsenal og Montpellier og Ajax og Borussia Dortmund á hliðarásum. Þorsteinn Jóð og gestir hita upp fyrir leikina og fara yfir allt það helsta í leikslok. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Skjótu! Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Össustræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. Það fátt jafn hressandi og að spila í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-Kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-Kropp. Stórkostlega lagtriðin 5-1 sigur gegn Pétri í síðustu viku. Vonandi verður það sama upp á teningunum í dag. Teningnum í dag. Þegar við Sveppi keppum hér í karaoke rétt á eftir. Líka styttist í vonda atið og Sveppi þarf að leika Tongue Monitor. Hann að fylla í skarð Péturs Jóhanns hér og það nú engin smá skór til að fara í. Nei, það rugl. Já, herru, áður við förum í Tongue. Já, svo kemur líka Þórunn Antoni á eftir og frumflytur nýtt lag hérna, Hauks. Hún dugleg. Já, það eru líka síðustu 2 lög, Too Late og So High, finnst mér mjög flott. Já. Þannig ég spenntur að heyra hvað kemur í dag frá stúlkunni. Þannig að hún kemur hér á eftir. Þannig að það er allt að gerast hjá okkur strákunum, en ég ætla að segja þér frá því, ég lendi í viðbjóði í gær. Lendur í viðbjóði? Já, og þetta eitthvað svona sem að má ekki koma fyrir aumingja eins og mig. Og þetta ég held að þetta sé saga sem að þú hefur gana. Ég var sem sagt í gærkvöldi þegar ég kom heim af æfingu, ég fór í bolta með Simma og þeim, þú varst ekki? Já, þú fórst örugglega fyrir mig. Já, og þegar ég kom heim þá var orðið mjög kalt inn í íbúðinu minni. Ég bara hvað voðalega kalt hérna maður og sá samt að gluggarnir voru ekkert opnir eða neitt. Og ætlaði að fara að hækka í ofninum, þá sá ég að ofnin var á milljón, bæðin í stofu og inn í herberginu mínu, það var ískalt það líka og inn í eldhúsi. En allir ofnarnir voru á 3 eða 4 en bara allir ískaldir. Þannig að ofnarnir heima voru í einhverju rugli bara. Og ég gerði það eina sem ég kann, ég hækkaði og lækkaði aftur og barði þá og það virkaði ekki. Þannig að þá er ég svona basically done. Já, þá er þetta orðið píparamál. Já, ég get ekki meira allavega, það er nokkuð ljóst. Nema það, svo þegar ég var að fara að sofa, þá fann ég var svolítið kalt inn í herbygginu. Þannig ég ákvað að fara í hérna svona Joe Boxer, svona náttbuxur, svona hlýjar og síðarmaból til að sofa í. Og ég fann ekkert fyrir þegar ég var að fara að sofa, það var allt í lagi, var undir sæng og svona, það var ekkert að þessu. Ég vaknaði svo lík. Það var svo ógeðslega kalt inn í herbygginu mínu að ég nötraði allur og skalf. Svo fór ég fram og ætlaði að fara að fá mig morgunmat. Það var jafn kalt þar, þetta var viðbjóðslega morgun. Það hefði verið mánudagsmorgun, það hefði verið ennþá verra. Hvað var máli? Ég veit ekki, ég er að fara að pípa heim tíminn eftir. Það voru bara allir opnarnir mínir, þeir bara virka ekki heima. Illa þreytt og það er svona, þetta minnir mann á það, hvað maður hefur það gott. Já, bara hitinn fer og það var bara, Já,
Ég ætla næsta að muna bara þegar opnandinu konni í lag, ætla ég að muna bara hvað ég hafi, þetta er eins og hefur ekki snúið upp á öklarna þér. Já, en bara með í tögnar og litla putta. Já. Þá fattar allt inn bara, fokk hvað ég nota hann mikið. Já. Shit, hvað ég sakna hans, maður. Og þetta er líka þannig, til dæmis þú getur, þegar þú ert nýbúin að snúa upp á öklarna og getur ekki stigið löppina, þá er ég ofta að hugsa, hvað ég ætla að muna, hvað það er gott að geta labba bara eðlilega. Já, og það maður er veikur og svona. Já, þannig að núna ætla ég að muna á morgun, það er að segja ef þetta verið lagað, þetta er ekkert smá pirrandi. Þetta er sama vesen hjá mér, sko, ég er með hita í gólfinu uppi. Já. Og það er einhvern veginn ekki að virka. Nei. Og ég get líka ekkert gert. Og ég hringdi í einhvern svona gæi, hann fann á Danfoss eða eitthvað. Já. Og hann alveg, hvernig kerfi ertu með? Hvernig, ég er með Danfoss svona hita í gólfið, skilur. Já, hvaða tegund er þetta? Ég er að fara að skrúa niður eitthvað drasl og kíkja á þetta. Og endaði með, ég ætti að fara að taka mynda þessu og senda honum þetta og þetta var ógeðislega leið. Mamma spurði, ég náttúrulega tók bara mömmustrákurinn, sagði mömmu á Facebook bara, það er ógeðslega kalt hérna, allir opnaðin í einhverju rugli. Og bara, já, ok, ertu búin að prófa að skrúa frá eitthvað neginn, þá var eitthvað, ég skildi hann ekki eins og. Nei. Ég er bara svona, ég græði þetta bara á morgun. Já, þetta er bara, maður á að hringja strax í pípara, maður á aldrei að reyna að gera neitt sjálfur. Ég er svo mikill aumingi, það er actually fyrir töðan. Nei. Ekki? Nei. Sér þú fyrir að pípara sitja hérna í þessum stól og vera sniður og skemmtlegur? Það er enda rétt þegar, þetta er bara mitt starf. Já. Pípari geti ekkert komið hérna bara, já, þetta er hérna FM Píp, blöð, eða veist. Já, við erum að fara í pípara dagsins. Og okkur á ég að taka atvinna af honum. Einmitt. Bara á þeirri vakt núna, þið sem hlusta hér á FM 95 blöð og já, eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir að þá er Sveppi Krull á miðvikudagsvaktinni. Hæ. Og það er ýmislegt sem fylgir miðvikudagsvaktinni sem að Pétur Jóhann tekur alltaf. Og já, eitt af því sem fylgir miðvikudeginum er Tongue. Tongue Monitor. Já, Tongue Monitor sem hefur nú heldur betur verið á milli tannana á fólki upp á síkasti. Milli fótanna á fólki. Já, tannana og út allt. Og það er komið að Sveppa Krull að taka sinn tongue. Þetta, ég kann ekki einu sinni ensku. Og ég veit að hann er mjög spenntur. Já, það er nú ekkert verra fyrir í þessum dagskvöldi. Nei. Og en er ekki búið að banna þetta? Ég er spenntur og vonandi hlustendur líka. Þú ert búin að vera æfan svolítið og þér finnst þinn ekkert síðri en Péturs. Þegiðu. Ég æfi ekki neitt. Og byrju, hvað varst að segja maður að þetta er svona svipað, ekki? Nei. Þetta er bara, ég hef aldrei gert þetta. Og leið þú komst með þessa hugmynd, þá hugsaði ég, nei. Já, en þetta er sko, það er þetta ekki bara hlutaði, þú ert að taka hérna miðvikudag, viltu ekki prófa? Viltu ekki stundum fara út fyrir þægindasviðið þitt, Sverrir? Jó, en ég vil samt ekki að fólk haldi ég sé fáviti. Nei, það þá getur þetta að hugsa það. Það er endur árið allt og seint fyrir okkur alla þrjá, sko. Já, það er enda rétt. Ég var að spája að hringja bara hérna á Elliheimili. Elliheimili? Já, bara Elliheimili Grund, eða Grund, Dvalar og hjúkrunarheimili. Og þú ert sem Tongue og ert að spyrja hvort þú getur farið með mömmu þína hvort þú getur komið með mömmu þína, hún sé orðin old lady. Ok. Það verður ekki allt vitlaust, er ég ekki bara rasisti og fáviti? Nei, minna hvað, hún hlýtur að með að leika við, það er enginn að segja og sett frá einhver öðru en Íslandi. Nei. Bara að leika okkur hérna. Ég er Tongue frá Austurríki. Já, þú mátt ekki tala svo þjóðverið það. Þetta er, já, það verður ekki að hafa, síðan hvernig fórst þú að hafa ekki að því? Já, ég vil bara vera réttum með línunöti. Já, þú ert bara að koma þér út úr þessu, það er sem þú ert að reyna að gera. Herðu, já, þá er bara að hringja, þetta verður eitthvað veistla, Sveppi Krull sem Tongue. Grund, góðan dag. Hello? Já, hi. Yes, hello. Hello. Can I talk to manager? Manager? Yes. Oh, as far as? Yeah, because my name is Tongue. Yeah. And I'm calling because my old mother. Yeah. She need a room at Grund. Yeah. Just a minute. Thank you. Þetta byrja vel þar. Þú ert betri en ég. Hello? Yes, hello. Yes, hello. My name is Tongue. This is supervisor? Yeah? Yes. My old mother needs a room to sleep. She's very old, 96 years old. Okay. She lived in Iceland for 20 years. Okay. And, I've been helping her with everything, and now I can't do it because I'm leaving the country. Okay. Can we come you have to talk to... Oh, does she have any home nursing? Any nurse that comes home? No home nursing.
It's just me nursing her. Okay. You need to talk to begin by talking to Reykjavíkurborg. The town. You need to contact Reykjavíkurborg and begin by talking to them. Why do I can't take my mother to your home? And there's a lot of old people there. No, it doesn't work that way. I'm so sorry. Why? All I can do with you is tell you to talk to them. Why? In Þjónustuver. Why? You'll have to ask the government why. It's just the way it is. I don't talk no for an answer. I need to talk to supervisor. Okay, I'm sorry, I can't help you anymore. You will need to talk to Reykjavíkurborg Þjónustuver. Well, I mean, you have to begin there. I have a lot of money I can pay for. I can pay. Yeah. She don't need any help to pay. No, I'm sorry, I can't help you. You need to talk to she can sit on her own. Okay, I'm sorry. I need to go now. There's a woman waiting for me. She's old. She's 96 years old. She needs a room. I know. You'll have to talk to Reykjavíkurborg. I can't help you. Nobody can help me in this, Ayla. I'm sorry. Call Reykjavíkurborg Þjónustuver. No, you call Reykjavíkurborg for me. Good luck. That's not good luck now. Sorry, I can't help you. I need to leave now. Goodbye. It's going to be very hard for me to tell my mama this. Þetta var mjög betra en ég held þetta þið. Þú ert fínt tóng. Já, það komið. Nýrtong monitor. Nýrtong monitor. Svo sagði hann bara good luck. Good luck, maður. Já. Ég var að segja, nú ætti ég að hringja á morgun. Já. My mama died last night. Oh, thank you for nothing. Thanks for nothing. Þetta var Sverrir og Sverrisson tóng og ég var að gjána það. Þetta bara mjög betri en ég held. FM 957 og Túborg Jólabjór kynna Barhopp í samstarfi við Lebowski Bar, Dönsku Krána og English Pub. Alla laugardaginn nóvember munu Kristján Ingi og Óskunnars gefa vísbendingar hvar að finna kassa Túborg Jólabjór ásamt gjafabréfi. Ef þú finnur kassan, getur þú boðið vinahópnum með þér á Barhoppum kvöldið frá 6 til miðnættis. Gleðin byrjar á jólabjór og burgers á Lebowski Bar. Því næst farið á Dönsku Krána í enn meiri gleði og að lokum á English Pub. Vart þarf að taka fram að jólabjórinn flæðir fyrir allan hópinn á öllum stöðum. Að sjálfsögðu 20 ára aldurstakmark. Fylgstu vel með þeim Kristján Inga og Óskunnars á milli 10 og 1 næstu laugardaga þar sem þau munu gefa vísbendingar hvar kassan að finna. FM 957 og Túborg Jólabjór. Léttöl. Plata vikunar á FM 957 nýjasta plata Friðrik Stórs, Vélræn. Platan inniheldur meðal annars smellina Guðdómleg og Að eilífu. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög á plötunni og gefum eintök. Fylgstu með á FM 957 og nælduður í eintaka Vélræn með Friðriki Dór, sem plata vikunar á FM 957. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifenda. 25% afsláttur alla sunnudaga í skemmtigarðinum í Smáralind. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifundur. Höldum ljómandi jól. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Spila fyrir afmælis lúða hann úti. Lagið heitir Sweet Nothing og með Calvin Harris og Florence Welch. Rétt handa við hornið skal ég eitthvað segja, vonda atið. Og svo líka Þórunn Antoni að fara að koma að frumflytja nýtt lag hjá okkur. Já. Og karaoke, það alltaf gerast. Karaokeið maður. Já, ég pínur spenntur fyrir því. Við höfum aldrei kettið karaoke. Fólk að senda inn lög eða? Já, fólk að dæla inn á Facebook hjá okkur. Svo ætlum ég líka aðeins að opna fyrir síman eftir. Ok, en hvað eitthvað komið það? Já, komið fullt, ég skal lesa fyrir hérna eftir. Ertu að halda þessu lengdu frá mér að það? Alls ekki. Þessi saumikið. Já, kæru hlustendur, það komið að því sem margir hafa beðið eftir og margir elska.
Sturlaða staðarindir. Rétt og, þetta var flott hjá þér, mjög góð kynning. Takk fyrir það. Þú ert ekki búin að vinna í fjölmiðlunum 12 ár. Herðu, ég ætla að byrja hér á fyrstu sturluðu staðarind dagsins. Mér finnst alltaf eitthvað krútlegt og skemmtilegt að vera að tala dýr. Og, samkvæmt sturluðum staðarindum að þá sjá kettir ekki fyrir neðan nefið á sér. Svo núna, ég er að horfa hérna bara á borðið. Kettir geta þetta ekki. Já, ok. Er það bara mér sem finnst þetta magnað það? Ég hef aldrei séð á mig munnin nema í spegli. Já, herðu, þú getur gert svona og sérðu varirnar að þér. Sérðu það ekki? Já, sé skemmt. Ekki með það stórt nef. En allavega þá eru... Það er klikka. Já, þetta er ekkert klikka með þetta. Nei, það er bara gaman. Kettir sjá ekki fyrir neðan nefið á sér. Já, fíla það. Ok, svo er næsta. Þetta er ein hérna sem ég var vissum að þú myndir að gaman að. Já. Það er til fyrirtæki í Bandaríkjunum og Danmörku sem leigir út ömmur og afa. Þetta er eitthvað sem að... Já, það væri stóra hættulegt að þetta væri á Íslandi. Maður er kannski ekki búin að sippa 3-4 köldum og bara í einhverju flippi leigir maður sér ömmu. Já, og fer með hana í bæinn. Þetta er ógeðslega fyndið. Þetta er eitthvað svona ekta sem við hefum gert fyrir 10 ár. Það var að leigja okkur ömmu, við getum það. Við reyndum þetta, í Danir eru svo léttir, sko. Já. Það er til dæmis hægt að leigja dverg. Já, þeir eru dverg að leigu eitthvað. Það er fyrir líka upp á svona skets á hana. Já, fá í bíómyndir eða barnaafmæli. Já. Og þetta er allavega mjög áhugavert. Og ef þú ættir að leigja ömmu til hvers og er þetta... Ég fór svona að hugsa af hverju er þetta fyrirtæki? Já, hvað, var eftirspurnin orðin svona mikil fyrir... Það var bara eitthvað snillingur sem hugsaði með sér, af hverju leigið þetta ekki út? Já, hvað leigir hún... Og hvernig samfærir ömmundan þetta? Hvað segir þau við gamla konu? Bara, ég er hérna með ömmuleigu, það er ekki vinnu. Já, í hvað tilgangi er það að nota ömmuna? Það sem ég er að hugsa. Og er þetta langtíma leiga? Eða bara yfir daginn? Þetta er kannski fyrir jóla. Erum við alltaf ömmu hérna kannski, í 2 mánuði? Já. Það er kannski að þetta ætti að vera tengdamma en eitthvað svona, ég veit það ekki. Kannski gott bara til að tala við einhvern sem er hókin að reynslu, skilur. Segðu. Svo er það næsta. Meðal handaband endist í 3 sekúndur. Það var hérna 1, 2. Minnst það svolítið langt. Já, það er það, en því að sumir maður tekur bara 2. Já, yfirleitt er það 2, en svo eru sumir sem taka kannski 8 sekúndur. Já, svona eins og... Meðaltalið, 3. Já, Simmi er svolítið lengi. Simmi, hann svona hangir á hendina á manni. Já, svo er það hér næsta og það er til sjúkdómur sem heitir syngenisfóbía. Og það er hræðsla við fjölskyldu og ættingjaðir. Þetta getur, það myndi ekki trúa þér. Þetta er lélegasta afsökun ever til að sleppa ættamóti. Það er bara svona hvað rauti. Hann er með syngenisfóbíu, hann getur ekki komið og hitt ykkur. Hvað okkur, hann er hrættur við ykkur. Þetta er ömurlegt. Ég sé ekki margir með þetta. Nei, líklega ekki. Og líka ömurlegt jólinn og svona, afmælnin. Já, býður engum í fjölskyldunni. Þetta er systir mín. Þetta er alveg skellulegt. Þetta er fyndið. Svo er það næsta. 98,6% af DNA í apa er nákvæmlega eins og í mannesku. Sætt. Þetta fannst mér nefnilega mjög áhugavert. Það er sættu sem komin að öpum. Já. Hvernig get ég látið að hætta? App eftir öðrum. Þegar ég minnist þess og veit að hún er komin að öpum. Svo er það næsta. Fannst þetta ekki áhugavert? 98,6 alveg eins DNA. Já, og hvað er restinn, þessi 4? Er það þá apinn bara, sem slíkur? 4, það er 1,4 minnur. Já. Það er auðvitað munnur núna með eitthvað. Já, vá. Við erum bara apar. Já, þú ert reyndur ógeðslega líkur apa. Það kemur það. Það fyndi að segja, sko. Ekki neikvægt. Ógeðslega gott. Og dæðislegur. Svo er það næsta. Augunir sjá ekki fleiri en 70 liti. Sturlu staðarind. Vá. 70 litir. Ekki fleiri en 70? Hvað, ég hef aldrei nefnt 70 ef þú hefði spurt mig hvað ég sé marga liti, sko. Nei, hvað eru haldið að augunni að sjá marga liti? Svona kannski 20. Já, ok. Þá er það næsta. Vitni Hjústóma grafin í fötum og með skartgripi að verðmæti $500,000 eða 65 milljónir og er gröfin hennar vöktuð. Vá. Af hverju? En af hverju það láta grafa því í fötu? Já, fötum. Já, í mörgum fötum. Já, og svo var hún með... Ruslafötum. Svo var hún með bling grafin. 65 milljónir, það maður ekki gefið fjölskyldunum þetta frekar. Þetta er bara kjánan. Þetta er svona svipað eins og ég er í grafin bara með, iPhone-i minni eða eitthvað. Já, auðvitað. Hann kostar náttúrulega 200.000. Ef að ætti að grafa mig í dag, þá var ég alveg til... Nei, ég ætla ekki eins og segja þetta.
Bara með rúmið eitt? Nei, bara United treyfnaður í fersku sátna niðri. Svo það næsta, stelpur á aldrinum 14-17 ára sendi yfir 100 skilaboð á dag, hvorki meira en minna. Sturlu starrend, það er ekkert smá mikið. Það eru 2 eftir, Sir Isaac Newton, og það ekki hann. Já, Newtoninn maður. Já, hann dó sem hreinn sveinn. Þannig að það er greinlega ekki nóg að vera flug á þér. Hver veit það? Sturlu starrend, kallið minn. Það er bara fjölskyldan að vita það. Já, ok, því að hann ekki getað fengið sér eitt shortar eitthvað staðar, annars að fjölskyldan vissi það. Kannski að hann ekki áhuga á þessu eppi, það er oft svona með fluggáali, þau eru ekkert horni, sko. Nei, en... Bara hann nóg annað að gera. Já, ég veit það, en hann getur bara sagt við fjölskyldunum, já, ég hef bara engan áhuga á konum, svo er hann bara hjakkast á einhverjum vendiskonum að þess að einhver vill það. En ekki, hann vill það ekki. Hann er bara hreinn sveinn og var það. Hætta að efast þetta. Svo er að síðasta, fólk sem býr í New York gæti farið, þetta var mér skemmtilegt, fólk sem býr í New York gæti farið út að borða öll kvöld, allt sitt líf án þess að fara á sama staðinn tvisvar. Wow! Þetta er rosalegt maður. Hann hefði búið í New York, þið gæti farið bara út að borða okkur einasta kvöldi á meðan í lífið og aldrei þurft að fara á sama staðinn. 365 dagar í ári. Já. Þú byrjar að fara út að borða kannski 18 ára. Þetta er bara þó þú tækir allt þitt líf. 50 ár út að borða. 50 sinnum 365. Nú spyr ég þig, Sverrir, hvað af þessu var kjaftaði? Og ég spyr ykkur líka hlustendur og þetta, ég er að fara svolítið illa með þið í dag. Já, ég held að ég skar aldrei á rétt. Hvað ætlar að segja að hafi verið kjaftaði þessu? Sko, ég ætla að skjóta á að það sé kjaftaði að það sé til fóbía, það sem hún træddu við fjölskyldunum. Nei, svo fóbía er til og heitir syngenisfóbía, en augunir sjá hins vegar 10 milljón liti. Sturlust. Ekki 70. Nei, sem að þið fannst 10 milljón. Sem þið fannst skrítið. Augunir sjá 10 milljón liti. Jöfusins, anskotast kjaftaði. Ég byrjar að rúlla ykkur strákunum upp í þessu kjaftaði hérna, búið til góða lígi. Það er ömurlegur leikur. Fáum Coldplay, Hurts Like Heaven. Á Hauta og Sveppa í FM 95 á miðvikudegi. Já, og við erum í svo rockna stuði. Já, það er, sko, finnur meiri gýrir á miðvikudegi en þriðjudegi. Styttri helgi. Já, það er það sem Pétur sagði, hann var að tala um það í þættinum í gær. Já. Hann fann alveg að það væri lengra í helgina núna. Hann náði samt að gýra sig upp, sagði hann. Já. Þetta er ótrúlega skrítið að sitja hérna á miðvikudegi. Já, er það ekki? Mér finnst bara skrítið að hafa það á miðvikudegi. Bittu fyrir hérna. Og talandi miðvikudag, þá erum við Sveppi í miðvikudags dagskrá og eitt af því sem við Pétur Jóhann gerum alltaf á miðvikudagum er vonda atið. Vonda atið? Já, og það er, það lýsir sig bara þannig að þú hringir á eitthvað stað og þú átt í raunin að gera svona eins barnalegt og astnalegt at og hægt er. Já, eitthvað sem er glatað. Já, en samt þannig að sé einhver svona, það hefur verið einhver komik í því, fattar við. En svo, veist, ég hringdi daginn og... Þetta er svolítið svona bolli heima úr hverju drekkið því. Já, nákvæmlega. Það er ömurlegt. Já, þetta er svona ömurlegt en samt, veist, eins og daginn ég hringdi og spurði passamyndir og rassamyndir. Þetta er glatað, en þetta er samt ekki bara að hringja eitthvað og segja skítt í þig. Nei. Þetta er svona að reyna að gera gott úr einhverju ömurlegu. Já, akkurat, og þetta, á að vera barnalegt og lélegt, þannig að við erum búin að taka alla pressu af atinu sjálfu. Já, sem er yndislegt. Virkilega sniðugt. Hvort þú vilt vera á undan eða eftir? Heyrðu, ég skal byrja bara. Þú vilt byrja þetta, hvert á ég að hringja? Sko, ég er búin að ákvæða hvað ég ætla að gera. Ok. Það er mjög aðstæðnir. Já, mátt ekki segja. Nú má ég ekki segja. Við þurfum að fá beint í æð bara í atinu. Ok. Hvert viltu að ég hringi? Bara niður Borgarspítala. Nú, á að leika sem í spítalan. Ég er mjög spenntur að heyra því vonda atinu. Ég held þú komið sterkur inn. Góðan dag. Já, góðan daginn. Landsspítalinn. Já. Já, getið fengið samband um einhvern lækni? Bara einhvern? Nei. Nú, enginn. Það er ekki boði þannig þjónustar, sko. Þetta er bráð á sjúkrahús. Já. Þannig að... Já. Sko, ég er nefnilega bara með eina örlitla spurningu. Já. Sko, ég er nefnilega, mér langaði svo að vita hvað fræði heitið væri yfir það þegar maður prumpar með tippinu. Já. Ég veit ekki neitt sem að myndi svara því. Engin læknir? Nei, ég myndi ekki reyna að hringja upp einn læknir fyrir það, sko. Að prumpa með tippinu? Þú verður bara að googla þetta. Hún skellti bara á þig. Googla þetta bara, fíbli. Þessi var flottur það. Það er alltaf fyndið að segja prump og tippi. Já. Hvað þá þegar þetta kemur saman í eina setningu? Þú kannt hennan leik reynilega. Já, ég er mjög góður í vondu símöndum. Ok, ég ætla að leika mér þetta með Apótek. Það er ekki bara í Apótek Árbæjar. Já. Og ég veit ekkert hvað það fyrir að gera. Nei, ég er búin að hugsa eitt svona sem er lélegt líka og barnalegt.
Þetta snilt maður. Árbæjar apótek. Já, þetta Árbæjar apótek? Já. Já, eru þið ekki með svona allskins klúta? Hvernig klúta það? Ég mér vantar svona í andlitið á mér. Bara svona hreinsuklúta þá eða? Já, ég er svo hlandbrunnin í framan. Hæ? Ég er svo hlandbrunnin í framan, mér vantar eitthvað svona klúta eða eitthvað krem eða eitthvað við þessu shiti. Já, þetta er rakakrem bara. Myrka það á það? Já, það er spurning, það vantar eða bara svona þurr í húðunni eða eitthvað svo laug. Nei, ég er hlandbrunnin. Hlandbrunnin, býttu, ég skil hvað þú tala um. Hvernig ertu? Þetta er svona skellinetlu. Hæ? Þetta er svona skellinetlu. Ég gæti ekki. Já, og einhversu sorglegt að ég að hætta. Hvað hættir með? Ég var að byrja að hlæja, maður. Þú ættir að segja að það er búið að míga svo mikið framann í mér. Það er allt orðið gult á með smettið, maður. Þetta er bruna blettir út maður. Já, þetta er inni. En ég hérna klúra, hvað heitir maður? Þetta heitir ekki skelliblettur. Þetta er svo datur. Þetta var vonda þennan miðvikudaginn. En heyrðu, það kom fát á hana. Já, ég meina að ringja þegar maður er hlandbrunni framan. Já, líka að byrja, sko. Ég með einhverja klúta. Bara til hvers. Þetta var æði, ég geti gert þetta allan dag. Já. Þetta er að skera. Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álagjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza, símur 581 1515. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Swedish House Mafia hér með lagið Don't You Worry Child. Og já, við vorum í vondatinu þar á undan styttist því að Þórunn Antoni að kíkja hérna til okkar og frumflytja nýtt lag. Það er spennandi að heyra hvað hún ætlar að bjóða upp á í dag. Allavega eru síðustu 2 lög sem hafa verið hérna í spilun virkilega flott. Já, hún er að standa sig alveg svo hetja. Já, þetta er svona 80s feelingur yfir þessu. Er ekki eitthvað með Benson eða hvað heitir hann? Jú, Benson, hann er að pródúsera þetta allt eða ekki. Já, líklega sko. Já, hún er á leiðinni hérna á eftir. Og svo er það líka karaokeið sem við sveppurum báðir benti fyrir. Við höfum aldrei keppt í karaoke en við höfum keppt í nánast öllu öðru. Og við erum komin með nokkur mjög góð lög inn á Facebookinu en við vorum að spæja opna fyrir síman líka. Taka niður ykkur nokkur lög svona ef að skildi dettin einhver snill. Það er búið að byggja hérna Adele One and Only og Incomplete með Backstreet Boys og fullt af góð lögum. En ef að sjá svona hvað hlustendur sem að við síman segja. Já, taka niður svona 5 til 6 lög. Og svo syngjum við hér í næstu innkomi. FM 95 Blö, góðan daginn. Halló. Enginn þar? Hello. Nei, það er þetta gott lag. Is it me you're looking for? FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag. Hvað var þú til að heyra? Ég með eitt gott lag hérna. Ok. Ég var að hugsa hana James Brown. Já. Hvort að Sveppi myndi taka hana Living in America. Living in America. James Brown reyndar er grjótharður. Ég sett hann þetta allavega á blað. Living in America. Ok. Maka á nærðum. Ég er að bara æfa mig sko. Herru, takk fyrir þetta. Þetta er komið á blað. Já, takk. Ok, einur. Við erum að skoða að tjekka hvað þið vilja heyra í karaokeinu hér á eftir. Hvað þú til að heyra? Halló. Hvað væri þú til að heyra hér á eftir? James Bond Skyfall. Skyfall með Adele. Það er reyndar gæti verið. Það er erfitt maður. Hver er þetta? Hver er þetta? Þetta er Öddi? Öddi? Já. What do you do? Hvað, ætlaði að hringja pappa hennar? Já, nei. Það er Skyfall. Skyfall, takk fyrir það. Adele. Ok, bæ. Það er enda góð hugmynd. FM 95 Blö. Já, góðan daginn. Hvað væri þú til að heyra? Þetta er Busta Rhymes. Busta Rhymes? Hérna nýja rapp, ekki nýja rappi, þannig að sem við rappa að gera þetta. Já, það er eiginlega bara martrum þar. Nei, ég ætlaði að fá okkur til að gera eitt. Þið eru alltaf með dagskrárliði sem eru að gera grín sem það syngja hérna og hermi eftir fólki eitthvað slið. Já, hermikrákan. Já, ég er að byrja einhverjum að syngja hérna á bensinstöðinni Stykkishólmi, Ólíti Stykkishólmi. Hérna helgina, það voru nokkru ljóskuravakt. Já, ok. Og endilega ringja ánga, þetta er Ólíti Stykkishólmi. Herðu, það er aldrei að vita. Snill, takk. Ok, takk, bæ. Ólís, það er komið á blað. Já, við skulum taka hér, 2-3 viðbót. Hvað verður þú til að heyra? Ég er til að heyra Pianoman. Pianoman, það er nú eitthvað fyrir sveppin. Ég mun rúlla því upp. It's 9 o'clock on a Saturday. Allir ferskir sveppi. Herru, takk fyrir þetta.
Regular crowd. Tökum hér síðasta, svo hendum okkur bara í þessa keppni strax eftir næsta lag. Hvað verður þú til að heyra? Ég var til að heyra Sveppa taka Don't Look Back in Anger með Oasis. Já, herru, það Don't look back in anger. What you say. Ég til í átt, hvað heitir þau? Bára. Já, það er æðisleg. Takk fyrir að ringja Bára, æði. Bæm. Þá komin hér, 6 lög og svo það Facebookið. Það bara 1 lag, svo það karaoke. Ertu tilbúin? Ég til, já! Þetta verður alvöru keppni. Já. Söngleikja fríkið á móti sköllóttaðagerpinu. FM 957 og það komið að karaoke. Þið að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og það komið að karaoke-keppninni miklu. Ertu stressaður, Sveppi? Já, ég mjög stressaður. Já, ok. Við erum búin að ákveða það að lögin sem koma hér til greina eru Adele One and Only og Backstreet Boys lagið Incomplete. Nú það? Það ekki. Hvort viltu taka? Ég bara venjulegu maður. Já, hvort viltu taka? Ég meiri Backstreet Boys gæði, sko. Ok, en hvað, viltu taka Oasis? Þú mátt það líka. Don't Look Back in Anger. Já, eða Wonderwall eða eitthvað. Don't look back in anger. I heard you say. Það enda voða, veist, þú þarft að challenge það. Já, challenge mitt Backstreet Boys. Ok, þá bara gerum við það þannig. Ég skal bara syngja þetta helvitis Backstreet Boys lag. Já, og ég þá taka Adele. Já. Næ, það verður... Ok. Hey. Ég elska a good challenge og ég ætla að hjóla í þetta. Þetta Adele-lagið One and Only og... You've been on my mind. Akkurat þetta lag. Ég get ekki sungið samt í þessari tóntegund. Nei, þú getur farið að það millivegin, sko. Já, ég veit ekkert hvernig ég á að reyna að syngja. En svo það ykkar höndum kæru hlustundur. Fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa keppni. Og velta ég byrja, Sveppi? Þetta þinn þáttur, sko. Þú stjórnar þessu elsku drengurinn minn. Ok, ég skal bara byrja. Fínt að klára þetta bara. Og þú veist að þetta eru 2 mínútur sem þú þarf að syngja. Illur besta á lokið, eins og maður sagði. Það rétt. Og byrju. Auðun Blöndal Adele. You've been on my mind. I grow fonder. Það bara að gera sitt besta hérna. Þetta, þú fæði prik fyrir að syngja þetta, sko. Þetta var svo Joe Cocker. Þetta eina með, ég hef sagt áður hér í karaokeinu, ég get aldrei haldið tónleika. Ég kom með, hausverk að eitt lag og alveg búinn, sveittur og rauður. Og líka, þetta var svolítið eins og það hefði verið í partíi, búinn að syngja öll sveitaballalögin og svo tókstu þetta í lokin, svo, já! Þú veist að hendi smá viskir undan. Það var svolítið hás, en það var mjög gott. Þá komið að Sveppa Krull og hann ætlar að taka sitt uppáslag sem Backstreet Boys Incomplete og það eru margir sem þekkja þetta lag sem FM 95 blöðlagið og það ætti nú að hjálpa Sveppa með melodíun og annað en textin geti hins vegar vafið svolítið fyrir þér. Enski hérna. En það? Já, nein. Ertu tilbúin? Incomplete, Backstreet Boys. Segðu til, ef við spegum. Ready? Já. Þetta, ég verð að gefa þér prik fyrir þetta, maður. Þetta var hræðilegt. Nei, þetta var ekki hræðilegt, þetta var bara hrikalega vel gert hjá þér. Ég var með gæsað. Nei. Ég ekki að ljóða, þetta var bara mjög flott þér. Ég held að þú myndi að lenda í miklu meira erfiðleikum með enska textan því að þú ekkert var best í ensku. Þú leistir þetta vel. Það náttúrulega uppáldið mitt, það að heyra þið tala ensku. Þú syngur betur en hún talar. Ofsalega vel. En nú þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur, það 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa karaoke-keppni og þetta í fyrsta sinn sem við Sveppi keppum í karaoke. Og okkar 11 ára samstarfsferli. Herru, ertu tilbúin, Svepps? Já, ég svolítið þreyttur. Hver var þitt atkvæði, kæri hlustandi? Sverrisson. Sverrisson. Fær hér á blað með 1 prigg. Hárrétt. Fannst það miklu betri? Já, þetta var líka bara flottan lag, þannig að ég var að kjósa það freka bara. Hann að kjósa lagið. Nei, hann að kjósa kefur. Ok, takk fyrir að hringja. Staðan 1-0 fyrir Krullaranum. Hver fær þitt atkvæði? Herru, það undirblöð. Það undirblöð, maður. Það ekki verið að veffengja þetta. Hann fær mitt atkvæði. Hvernig getur það verið? Það bara... Nú fennst ykkur að syngja betur. Hann bara maðurinn. Takk fyrir það. Hann bara maður. Takk. Snillingur, þarna fær takk fyrir. Herru, það 1-1 í... Sérðu ef einhver að ringja frá Sögukróki eða? Nei, þegið. FM 95 blöð, góðan daginn. Halló, hver fær þitt atkvæði? Herru, með fullri virðingu. Já. Þá voru báðir í hafinu. Ok. Bustlandi. En ég ætla að láta sköllaldameistran fá
Snillingur ertu, ég komið 2-1 yfir. Takk aðeinslega það. Ok, sköllóta meistaran, hressandi. Staðan 2-1 í þessari karaoke-keppni. Hver fær þitt atkvæði? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þetta náttúrulega, sko, bæði góður hjá okkur, en ég verð að segja Sveppi, sko. Sveppi er betri. Þakkaði fyrir það, hvað heitir þú gamli meistari? Einar frændi. Eins og frændan Sveppa sem geðið góður í öllu. Takk fyrir að hringja. Já, takk. Ok, staðan 2-2 Sveppa, það spenni í þessu. Hver fær þitt atkvæði? Ég verð að með fullri virðingu, þá fær, sko, þetta var þín besta karaoke-keppni hingað til. Ok. En samt fær Sveppi atkvæði. Er það ekki nóg til sigurs? Hann var bara fullkominn. Jöfnveld gaman að heyra þetta, man. Ég get ekki verið óbrjálað, en þú byrjar að hrósi og hendi svo í niðurlægingu, það er það sem ég á að gera. Takk fyrir þetta. Já. Ok, 3-2 fyrir Sveppa, koma svo. Hver fær þitt atkvæði? Heyrðu. Já. Hann Sveppi var góður. Já. En þú varst frábær. Alla þekkið þig 3-3. Þetta er stressandi. Við erum að tala gæsahús, sko. Ekki ljúga mér. Takk satt gæla. Er það á lausu? Á lafleysi, sko. Blöð. Ég syng fyrir hann helgina. Takk gæla fyrir atkvæðið. Já. Ok, 3-3. Gæsa, þetta hefur verið svona, hvað heitir þetta, hrollur. Er það FM 95 Blöð, góðan daginn? Það er auðvitað Sveppi. Já, sjálfsög, barnastjarnan fætt þitt atkvæði. Hvað ertu gömul? 6 ára. Það var laglegt! Þetta er svinn. Nei! Hún hefði kosið, sko, þó... Nei, veistu hvað, er ekki pappi inn að beða mig að hringja og segja kjósa mig? Jú. Já, mitt, þetta er eiginlega 2 atkvæði þarna. En takk samt fyrir að hringja, hvað heitirðu? Daði. Gaman að heyri þið, Daði. Takk fyrir. Ok, takk, bye. Þetta er náttúrulega svindla atkvæði, þú veist það sjálfu, Sveppi. Ég á ekki sjens í þetta að kemur að börnum. FM 95 Blöð. Góðan daginn. Góðan dag, hver var þitt? Sveppi komið rosalega óvart. Já. En auðvitað. Ekki þetta! Það er 4-4, það er úrslita atkvæði. Takk æðislega fyrir þetta. Ég held ég var að fá þetta atkvæði. Herðu, það er 4-4, allt að gerast. Þá spyr ég þig, kæri hlustandi, hver vann þessa karaoke-keppni? Please, vertu 6 ára. Heyrðu, ég verð að segja Öddi. Ég er búinn að vinna söngleikja fyrir ekki karaoke. Af hverju verður þú að segja Öddi? Af því að hún vil fara bara... Ég heyrði bara í þér. Hæ? Af því að það flottara? Heyrður þau bara í mér? Glæsilegt, þetta er heyrður ekki Öddi að syngja? Takk fyrir að ringja. Og þetta herði, ég hefði bara atkvæði. Hún er að ljúga þessu Öddi. Hún hlustar ekki á þáttinn og hún er send í einhverju, hún er að hringja í neyð. Hver heldur í handlegginn á þér og snýr upp á hann? Herru, við skulum sjá við Sveppi, við Pétur tökum alltaf hérna hver hefði fengið þitt. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Stóri G. Stóri G, já, ok, hann er nú ekki í húsi. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Auðun, já, hann er búinn að tryggja þetta. Takk æðislega. Skulum taka einni viðbót. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Herru, það hefur Öddi. Það hefur Öddi. Þetta er stórsigur. Takk æðislega og takk fyrir að hringja. Veistu hvað ég líti á þetta? Ég líti á þetta sem sigur og veistu hvað sigur er? Nei. Veistu hvað winning er? My fuel. Eldhúsparti FM 957 á skemmtistaðnum Austur í hjarta Reykjavíkur í samstarfi við Heineken og Blink. Þriðja og síðasta eldhúspartíið er á 50-dagskvöld. Framkoma Úlfur, MC Gauti og Halleluja. Sérstakir gestir eru Magni og Poetrix og Ármann Yngvi. Húsið opnar klukkan 9 og Elías Fannar Trúbator FM 957 hitar upp mannskapinn. Fylgstu vel með á FM 957, þú gætir nettir í borð fyrir 4 sem inniheldur fljótandi glaðning og blinkmyndur. Eldhúsparti FM 957. Ef þú færðir myndur frá Blink, ertu alltaf með partí í vasanum. Fæst í 5 bragðtegundum í næstu verslun. Nú er megavika Dominos og 2 litra kók fylgir frítt með fyrstu 750 pöntunum dagsins. Allar pítsur á matseli á 1390 kall. Ljum og krensar. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Viltu vinna ljómandi matarúttekt? Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Slitsterkur gallafatnaður frá Lí er notadrjúgu jólagjöf. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. FM 95 Blöð á FM 957. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp.
söngkonan Rihanna hér með Where Have You Been. Þið að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við strákarnir eru konum með góðan gesti í stúdíóið. Það ekki síður mikil skutla og heitir hún, mátt sittast bara hérna, og heitir hún Þórunn Antonía sem að fara að flytja hér, frumflytja hjá okkur nýtt lag hérna okkur strákur. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Hvað segir þér gott? Ég bara hress. Já, maður sér það á henni, sko, þetta stelpa sem ekki með andlit fyrir útvarp. Nei, það á svona dögum sem við hefum að vera í sjónvarpi. Svakalega lítur þið vel út. Takk fyrir það, sömuleiðis. Takk fyrir. Ég var að taka undir með Sepp og lítur rosalega vel út. Ofsalega góð lykt að þér og svona. Það setjast aðeins nær henni. Lykt fyrir útvarp. Já, lykt fyrir útvarp. Og já, sko, þú ert ekki nema 10 mínútum of sein. Já, sorry, ég lenti einhverju algjöru vesinni. Sem ágætt með það að þú ert ekki með bílprófabíl. Herðu, það nefnilega málið, sko. Ég styrkir hreyfil bæjarlegur ansi mikið. Tókstu leigubíla? Já. Já, ok. Hvað, akkur ekki með bílpróf? Herði, ég tók bara aldrei bílpróf. Ég flytti til útlanda 18 ára gömul og svo flutti ég heim, þú veist, og var ekki með bílpróf og mér finnst eitthvað tilhugsunin við að fara í ökuskólan ein. Nei, þú nefnir því ekki. Það nefnir ekki að standa í því. Viltu koma með mér? Já, ég til. Það ekki hægt, ég get ekki verið ekki með bílpróf. Ekki heldur, ég skil þetta ekki. Ég fekk að prófa að keyra bíl daginn, sko. Já, ok, já. Frá svona sveitavegi, þar sem að... Já, en þú veist, þú ert í þannig jobbi, það alltaf verið, þú þarft að vera á bíl. Já, ég þarf bara að fá mér engabílstjóra, þannig ég óska eftir engabílstjóra hérna í beinni. Það er líka svo þægilegt að vinna sem söngvar á Íslandi að vera með engabílstjóra, fyrir allt giggið í hann. Við erum í Hveragerði, já, ég tek 50.000. Glæsilegt, ég fer þá bara á gleðliðið. Þannig að það er kannski ekki alveg hægt á Íslandi, en já, þú komst bara með leigubíl hingað. Já. Og hvað er að frétta af Þórunni Antoníu? Það er allt rosa gott að frétta mér. Ég er bara að undirbúa, þú veist, jólatónleika með Björgunni og Kó. Já, þú eru með Björga. Mikill heiður að fá að vera með þeim hópi. Já. Og svo bara ýmis verkefni, játn í eldinum. Og svo er ég að fara til London núna mánudaginn. Þú ert alltaf í London? Ég er alltaf í London, já, ég er alltaf heima þar í 7 ár, þannig að... Já, ok. Ég á svona ýmis tengst þar. Já, eitthvað að syngja þar og svona? Já, ég er að syngja þar. Þú ert eitthvað með að reyna svona að pota þér erlendis? Nei, ég bara tek þeim verkefnum sem bjóðast og... Ok, þannig að það er verkefni í London? Það eru verkefni í London, já. Þú komið breskan kærasta kannski? Nei, alls ekki. Hvað er reglið þér í? Hvað heitir hann? Steve? Nei, svo er ég að klára músíkvídeó mitt. Þóra Hilmarsdóttir, vinkona mín, býr sem sagt í London og er að vinna þar fyrir stórt kvikmyndafyrirtæki og hún er að klára myndbandi mitt og ég ætla að fara út og yfirsjá svona final klipp í vinnuna. En So High, það var líka tekið upp í London, ekki? Það var nefnilega líka tekið upp í London. Það er svo fucking töff að vera að taka upp myndband bara í London. Já, ég veit það. Við höfum að vera einhvern tímann í beinni frá London, maður. Já. Gerið það, komið bara með mér. Já, við erum að stati bara í... Það er pottið eitthvað fyrirtæki í London sem er til að sponsa það. Já, við sittum hérna fyrir utan Harrods. Þakkum þeim kjærlega fyrir þetta spons. FM 95 Blö. En hvað heitir lagið sem eru á frumflytja? Heitir Electrify My Heartbeat. Ok, ég var að spara... Electrify My Heartbeat. Að henda nýja laginu, en þú náttúrulega fer ekki tíðan út á þess að taka smá áskorun og við erum með mjög skemmtilegt. Við ætlum að fara í Þórunni Antoníu lottóið. Það er yndislegt. En segðu okkur, þetta lag, hver samti þetta lag? Ég samti sem sagt laglínun og textan og... Ég spurði þig örugglega þessu síðast líka. Já. Spilar þú hljóðfæri? Ég spila hljóðfæri, já. Ég spila hans á gítar og piano og harmoniku og... Harmoniku? Alls konar. Ok, töff. Já. Bara svona sjálflærð á hinn ýmsu tæki og tól. Það er ekki bara að gera myndu Valdís. Hann líka þóður alltaf nikkuna. En svo var náttúrulega Davíð Berntsen og Friðfinnur Oculus í próduseringunni og músíkinni. Er þetta svona í svipuðum dúr og So High og Too Late? Þetta er aðeins rólera. Ok. Þannig að beigði með þetta þannig til að fóra að dimma á í skammteginu. Þetta er mitt uppáhaldslag á plötunni. Það er ekkert annað. Þetta er það eitthvað að seppa, hann elskar myrkri. Já. Elskar myrkri. Yes. Og það er þá bara kynnur þetta inn. Segðu, ég heiti Þórunn Antoníu og þetta er nýja lagið mitt. Ok, ég heiti Þórunn Antoníu og þetta er Þetta er ekki smá flott í þér. Ég heiti Þórunn Antoníu og þetta er nýja lagið mitt Electrify My Heartbeat.
Gekki lag hér á ferð, nýtt lag með Þórunni Antoníu til hamingju með þetta, Þórunn. Takk fyrir það. Og þetta á nýju plötunni? Þetta á nýju plötunni. Sem að koma út jólin? Nei, sem kom út í sumar. Sem kom út í sumar, maður. Jólagjöfin í ár. Alveg rétt, já. Já, það er... Skeitt aðeins á með þarna. Ég hefur ekki séð hana, hún er svona gul og... Jú, hún er svona gilt. Gilt og flott. Sveppir ekkert með þetta reyna. Endur hann bara einu sinni viku á FM 957. Það hefði ekki dreppið að hendi með eintaki, skilur þú? Nei, fyrirgefðu, bara að ég banka ekki upp á hvað Eitt árita eintak með blóðinu mínu. Hæ Sveppi, þetta er diskurinn minn. Ég næst að gera það. Já, en við ætlum að fara hér núna í Þórunnar Lottó. Já, mjög skemmtilegt. Þórunn Antoníu er ein vinsalasta söngkona landsins og búin að gera allt vitlaust upp á síðkastið og það eru pottitt margir að núti sem að væru virkilega til að heyra í henni. Lottóið gengur út á það, ég hringi bara í eitthvað númer og sá heppni eða heppna fær 2 mínútur með þessari stúlku. Já, þetta er Þórunn Antoníu, hún er að syngja stundum erlendis, það því ber að fagna. Hún er að syngja með Bjögga Halldórs, og því ber að fagna. Hún er að gefa út sína eigin tónlist, hún spilar á hauga hljóðfærum. Sjá, ég kom bara með eitthvað númer hérna, 898. Býtti, er þetta bara eitthvað númer? Já, bara eitthvað í bæ, bara eitthvað gemsa númer. Þetta er með Þórunnar Antoníu lottóið. Þetta er nú, það sem er hressa ringitón. Já, þetta er Nova, ekki? Þeir eru alltaf með svona ringingar. Já, þetta er eina sem er hættulegt við að þeir eru í beinni. Já, þetta er óheppin hlustandi. Já, ekki hlustandi. Þessi tapað í lottóinu. Með annan númer hérna, maður sjá. Já, það er einhver heppin að fá að tala við Þórunni Antoníu í 2 mínútur. Oh my god. Þórunn Antoníu lottóið. Þetta er ekki spennandi, einhverju ógeðslega heppin. Svaraði nú. Svaraðu kallinu frá mér. Þetta hefur verið, það var lottó hérna í gær. Já, halló. Hver er það? Sigdís heiti ég. Sigdís, komdu sæl og blessuð, Auðun heiti ég og hjartanlega til hamingju. Til hamingju, þetta er Sveppi hérna líka. Þú varst að vinna í Þórunnar Antoníu lottóinu og þú fær 2 mínútur með þessari stúlku. Hvað viltu spyrja hana? Ég veit ekki hvað þetta tala einu sinni. Þórunn Antoníu láttu heyri þér. Já, góðan daginn. Hvað viltu vita um hana? Þú ert búin að vinna þér 2 mínútur. Fyrir ekki, hver ertu? Ég heiti Auðun Blöndal og... Nei, en hann er konan. Þetta er Þórunn Antoníu. Hún er að syngja með Bjögga Halldórs og jólatónleikum. Hún er búin að vera að gefa út geisladiskmaður og hún er búin að vera í sjónvarpi og... leika og syngja og... löðrandi að kynþokka. Hvað viltu vita? Þú hefur 2 mínútur. Gjörðu svo vel. Ég hvaða tónleikar er þetta, segir þið? Með Bjögga? Já, þetta eru jólatónleikar Björgun Halldórssonar. Já. Í höllinni 15. desember. Já, til hamingju með það. Já, takk. Og til hamingju þú? Þeir eru alltaf að stríða mér þessi strákar hérna. Já, það ekki. Já, og það er mínúta eftir. Gjörðu svo vel. Já, byrju, og þú ert söngkona, segir þú? Já. Hún að læra hvað? Ég lærði ekkert sérstaklega mikið, en ég hef búin að vera að syngja síðan ég var barn. Já. Ég hef útlöndum í lengri tíma og svona. Já, flott. Og pabbi minn er tónlistarmaður, hann kendi mér ýmislegt, hann er Magnús Þór Sigmundsson. Já, hann er ofsalega flottur. Já. Þannig að þú veist, hann er ganski aðeins yngri ég er náttúrulega svöður, sko. Já. Þú átt 15 sekundur. Eitthvað í lokin. Til lukku með þetta. Takk fyrir. Já, til hamingju. Já, þetta var Antoníu lottóið. Eru svo rugglaðir. Það er alltaf pressandi. Það er enginn sem vinnur í lottóinu sem er ánæður í þessu seleb lottó okkar. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð og ræðum svo aðeins meira við Þórunni. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 5. degi í morgunþættinu Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. iPad, aldrei á hvolfi, aldrei öfugur og aldrei ruglandi. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. FM 95 Blö á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling.
er lagið Feel the Love með Rudimental. Veit ekki með ykkur, kæru hlustendur, en kemur mér ennþá í hrikalega gír. Ógeðslega flott lag. Já, þetta er flott lag, maður. Hvernig gír kemur þetta inn? Langar þér á fyllir í, eða langar þér að hlaupa allsber eitthvað, eða? Já, það er náttúrulega eina tvenn sem kemur til greina. Hlaupa allsber eða vera fullur. Helst oftast í hendur hjá þér. Já, kallið mig. Bara kemur í gírinn, veist, ég er bara komin í gott skap. Það er sem tónlist gerir, það settu í betra skap. Varst í vondu skapi? Alls ekki, en þetta kom mér í svona ennþá betra skap. Veist ekki hvað er að koma þér í gírinn. Það þarf ekki alltaf að tengjast áfengi, sko. Nú? Nei, það kemur oft í gírinn að hitta litlu frængu mínar. Í hvernig gír? Bara einhvern svona lífsgír. Það verður að einhvern. Já, beintamótin er sitja hér Sverrir Þór Sverrisson sem tapaði fyrir mér í karaoke áðan og Þórunn Antonía sem var í Þórunn Antonía lottóan okkar og já, ég ætla að spyrja þig eina spurningu núna, Þórunn, sem ég hef spurt marga gesti mína, talandi djam og fyllir í, eins og Sveppi kom nú inn að hérna áðan. Ef þú mættir djamma með hvaða þrem einstaklingum sem er í heiminum, hverja myndir velja með þér á djammi? Það er talað, þú heldur bara síma núna og þú færð að ringja bara hérna, ok, viltu djamma með Barack Obama? Hann kemur. Já, ok. Þú getur valið hvert sem er. Ég myndi vilja djamma með Andy Samberg. Andy Samberg úr Saturday Night Live? Já. Og hann er ógeðslega sætur og ógeðslega fyndinn. Og það er alveg gott að hitta ógeðslega sæta og fyndna stráka á djamminu. Já, eins og Kjell. Já, eins og ykkur tvo, hérna, Kjellina. Þú ert á réttum stað. Hérna, ég veit ekki á hverju, þetta er samt bara einhver svona grínistur í haug. Lisa Lampanelli og Will Ferrell. Lisa Lampanelli, the queen of mean. Já, ég held að við ógeðslega fyndi að sjá hana blindfull að drullu yfir eitthvað fólk. Ég var aðdáandi hennar þar til ég sá hana í Celebrity Apprentice. Herri, ég hef ekki séð það. Hún skeit svo hrikalega upp á hnakka í þeim þætti að ég bara get ekki hlustað á hana lengur. Ok, ég verði Britney Spears bara. Britney Spears? Já, og hún er svo helluð bara að sjá hana bara fara off the rails og bara vera komið rakvíluna í aðra og þú veist, pillibóksi henni. Loose cannon, sko. Já, hún er samt ekki loose cannon í X-Factor, hefur þið séð það? Þetta alveg sér með köttan í sætinu. Segir ekkert, bara, that was a great performance and I loved your show. Búið. Ég veit ekki hvað hann að gera þar. Ok, þannig að Britney Spears, Andy Samberg og... slökk á kamerunum og þegar þetta fólk er komið í bakherbyggi með sínu krúi þá breytist þetta. Ég hef hitt persónulega Britney Spears. Þú hefur hitt Britney Spears? Já. Nú, hvað hittir hana? hana? Ég var á skemmtistaði í Los Angeles. Varst þú sem rakaði hana, þegar ekki? Herri, jú, ég bara reif hana og klústi og rakaði hana. Nei, ég var á skemmtistaði þar sem að, ég var einn svona að ferðast til Los Angeles fyrir mörgum árum og ég satt með bakið í salin, þannig ég sá ekkert hver var inni á svona skemmtistað. Nei. Og ég bara sitt og var eitthvað að spjalla einhverju vini mín og svo fer ég á salerni og var eitthvað að þvó mér hendurnar og það stendur allt í einu ljósa stelpa í skærgulum þröngum ból við hliðina á mér og byrjar eitthvað svona, oh my god, my arms are like so fat og horfir á mig og hristir bingovængina sína framan í mig og er að kvartunda þegar hún sé orðin feit og þetta er eftir hún eignaðist fyrsta barnið sitt og hún var eitthvað svona svolítið tjöpjaði og þú veist, ekki svona Britney úr, þú veist, músikvídeónum. Og var þetta bara Britney Blöndal? Þetta var bara Britney Spears, mætt þarna að kvartaði mig hversu feitir handleggirnir á henni voru. Það er geðveikt! Hvað heldur ég hef gert þar, Sveppi? Þú hefur bara... Maður sem tröflast að sé Gus Hansen pókerspilara. Þú hefur rifið hann inn á klósett og reynt að kissa. Nei, hvað heldur ég sé bara eitthvað pervert og ég fíla að hitta þetta einstakling? Láta hann eiga minningar þig. Hvað sem eru slæmar eða góðar, það skiptir ekki máli. Það er akkurat máli, þú hittir svona fólk, búðu til minningar. Það er alveg saman hvað, sleikta á henni kinnin eða eitthvað, bara þá mun aldrei gleyma þér. Hún átti kannski að twittum þetta eitthvað. There was a psycho licking my chin. Já, nákvæmlega. Og hann geti ég retwittað, þetta var ég! Gefur þetta stoltur. Það er samt töff að hafa hitt Britney Spears. Já, mér finnst það. Ég sann bara að hún væri ekkert það feitt og hún væri ekkert góði. Það er kannski þessinu sem henni leið svona vel eftir. Þú kannski bjargaðir henni. Ég samt var að pæli hvort eitthvað hefur verið sett út í drikkjum minn og þetta var svo surrealist moment. Já, þú verður eitthvað hýttan. Já, er þetta Britney? Það er bara mamma. Hvernig er helgin hjá Þórunn Antonía? Er það syngja allar helgar? Herri, já, ég syng svolítið mikið helgar. Þessa helgin er ég að fara til Akureyrar að spila ásatíð og það er alveg þetta kvöldið. En þegar þú ert að fara svona á gig, nú er ég ekki að spyrja sem einhver pervert hérna bak við borðið, en ertu beðin að taka þröngu gallana með þér? Sko það hefur verið svona sérstaklega fyrirspurnir það var einu sinni kona... Fjölbrautaskólum og kallakvöldum? Nei, það var kona sem hringdi mig og baði mig að syngja í brúðkaupinu sínu. Og eiginmaðurinn hennar elskaði mig svo mikið að henni langaði ég myndi mæta í spandiskarlunum og syngja fyrir þig. Ég bara mætti og söngla og svo bauðst ég bara til að lána í spandiskarlan fyrir eitthvað fjör eftir á. Það er að gera, maður.
En hún sagði nei. Hún sagði nei? Ég held að hún hafi haldið að ég var bara að grínast, en ég hef alveg gefið henni gallan ef að... Það hefur út í það farið? Já, en svona eðlilegu dagur hér, þú ert ekki að vinna neitt annað svona með tónlistina, það? Stundum ekki, stundum er ég í sjónvarpsverkefnum og... Já, en ég er að segja að þú ert ekki að vinna í fataverslun? Nei. Þannig að, hvenær ert að vakna á mótnana? Sko, fer eftir hvernig ég fyrir sókvöldin. Já, ok. Shit, skemmtilegt að viðtali heimi. Nei, ég meina stundum er ég algjör amannskja og fer að sofa, þú veist, klukkan 1. Þú ert nettur haugur samt. Já, nei, ég er nefnilega alls ekki, ég er rosa dugleg. En stundum er ég að semja músík til 6 á nóttinni, sko. Og þá náttúrulega vakna ég, þú veist, 12 eða 1 eða eitthvað. En stundum er ég líka bara að horfa vídeo til 5 á nóttinni. Já, það er óþolandi þegar maður er komið með einhverja nýja seríu og átt inni 6 þætti að því. Þá get ég verið vakandi til 5-6 á mótana. En minn náttúrulega vinnutími er alltaf öðruvísi heldur en hjá, sko, svona flestu fólki sem er í 9-5 vinnu. Mínir vinnutímar eru, þú veist, til 3 á nóttinni, þú veist, ég er að spila á giggum og öðru slíku, sko. Ég, þú veist, til dæmis að spila á ársattíð á mánudaginn, skilur, sem að ég kom heim, þú veist, klukkan 2 nóttina, það er maður alltaf gýrar upp út að maður er búin að vera á sviði fyrir fram og fylgta fólki. Þannig maður er ekkert að ná að sofna neitt strax. Og ég, í staðinn fyrir að vera eitthvað að berjast gegn þessu, þú veist, það er þetta bara, svona eru mínir vinnutímar og ég tek yfirleitt ekkert ammi neitt fyrir hádeginu með nauðsynlega þurfis. Sniðugt. Þetta er svona eins og hjá okkur, veist, þegar ég spurði hvað ert að gera, já, ég er bara að fara til auðvitað í útvarpi. Skilur, maður lítur ekkert á sem einhverja vinnu. Ekki segja svona hjá okkur, þú ert hjá mér einu sinni viku, haugurinn, ég er hérna alla daga. En Þórunn Antonía, algjör heiður að fá því hérna til okkar, alltaf gaman og innilega til hamingju með nýja lagið. Já, til hamingju með það maður. Já, við verðum að kissa hana og knúsa til hamingju með nýja, þetta er alveg æðislegt lag þar. Já, æðislega lykt, við knúsa hana líka, við þökkum henni kærlega fyrir komuna, við skulum fá hér Ásgeir Trausta með leyndarmál. Áttu einhver leyndarmál, Þórunn? Já, hellinga leyndarmálum. Leyndarmál hér með Ásgeiri Trausta. Já, það er ekki neitt framöndan enda þátturinn er að búinn. Já, lægi á leiðinni heim, það er einu sem er eftir. Já, og það eru margir sem bíða spenntir í því. Já, klukkan er 10 mínútur í 6 og Rikki G eða Ríkharður Grímsson, eins og Pétur Jóhann kallaði hann í gær. Ríkharður Grímsson. Rikki Gríms er mættur hér í stúdíu og ætlar að taka við okkur. Það er topp tónlist hér í allt kvöld, en Sveppi, áttu þú leyndarmál? Ég? Já. Já. Mikið af þeim? Já, dróttir minn dýri. Kíkti í gætarann í gætan. Það er bara beinagrindu þarna. Það er alls konar shit þar, kallið minn. Stór hættulegt, en hvernig kvöldi hér, ég spyrði hennar bloftast aðeins á þriðjudum, þá ertu að fara í fótbolta með sem að vil og huga á þeim. Já, heyrðu, að við segja hvernig kvöldi á mér er. Þessna spurði ég. Já, alveg rétt, já. Ég er að fara hérna að æfa leikrit. Nú? Ég er að fara að leika í leikriti með nokkrum krökkum og leikurum í hérna Austurbæ. Já. Sem er svona jólaleikrit sem að Örn Átna hefur stundum verið með í hérna Smáralindinu og svona, klukkutíma 1,5. Ok. Og er allar helgar í Austurbæ. Ok. Núna fram að jólum. Gríðarleg stemming, svona jólaandinn, jólasveinar, bjöllur og sveppi og ha og hi. Ok. Ekkert plásur sköllóttaleikara í því verkið frekar en öðrum með það? Nei, þetta er svona gleði og stemming, sko. Akkurat. Þú ert meira svona vondikallin í svartur og leik frekar, sko. Nei, ég minna ef þau þurfa eitthvað, sko... Þú og Damon Younger getur verið að leika einhverja 2 morðingja bara í einhverju... Ef þau þurfa eitthvað góðan söngvara, eins og til dæmis strákinn sem vann karaoke í dag, þá var ég laus. Já, nei, við erum góðir. Ég get komið og tekið jólaútgáfa af One and Only með Adele. Já. Ég óskikkur gleðileg. Nei, ok. Ég get alveg hugað hlustandi við það. Þú eru hverki sjónlegur hérna á þessu sjói. Nei, ég vill ekki verið í þessu. Við ætlum að enda þetta hér á læginu á leiðinni heim. Ertu búinn að velja? Já, þetta er sérstaklega valið fyrir þig. Þú spurði mig áðan hvað Sverrir Bergmann hafði sungið síðasta föstudag. Ætlar að henda því? Já, og það ég er ekki frá því þetta sé besta föstudagslagi í langan tíma. Ok. Þetta er Aerosmith medlurinn Dream On. Dream On, man. Og þetta ég veit að þú myndi að hafa gaman að þessu því í lokinu á laginu þá fer hann í alvöru öskur handa þér. Nú er bara stífa bensingjöfun og halla sér aftur og loka augunum. Jók. Svona réttur í jól. Jók. En takk fyrir daginn, Sveppi. Sömuleiðis. Og til hamingju með annars þetta í karaokeinu. Þegiðu. Shit, maður. Ég vissi ekki að vera svona fucking ógeðslega leiðilegum. Þetta er bara þetta þú. Svona Hjöppi á morgun og Gils þarna föstudaginn. Takk fyrir hlustunina í dag, kæru hlustendur. Þökkum Þórunn Antonía líka aftur kærlega fyrir komuna.